Við ætlum að skoða skemmri deilingu. Og skemmri deiling heitir skemmri deiling af því að hún er skemmri heldur en hinn deilingin sem við kunnum. Við ætlum að skoða þetta hérna dæmi, deila á þessari margliðu d af x eftir x minus 2 upp í margliðuna 3x í þriðja mínus x í öðru pluss 4x minus 5. Ég held að margir séu búin að æfa sig vel í margliðudeilingu. Þannig að þetta vera svona frekar fljótur að þessu. Það hérna er x upp í 3x í þriðja, það er 3x í öðru, svo drögum við hérna 3x í þriðja mínus 6x í öðru frá og fáum 5x í öðru pluss 4x mínus 5. X upp í 5x í öðru er 5x mínus 5x í öðru mínus 10x og fáum 4x pluss 14x mínus 5 og svo pluss 14 14x mínus 28 5 23 svona ok en það er líka hægt að nota skemmri deilingu í þetta og þá það er við nákvæmlega sama pæling nema og við setjum upp svona töflu og við skrifum þetta hérna upp nema við skrifum bara ekki neinn x heldur að þá setjum við rótina í þessari hérna margliðu hérna onni sem þýðir þá þessi hér og svo í staðinn fyrir að skrifa 3x þriðja mínus x í öðru pluss 4x mínus 5 þá skrifum við bara stuðlana þannig að það er 3 er fyrsti stuðullinn, næsti stuðullinn við x í öðru er mínus 1 og næsti stuðull við x er 4 og svo næsti stuðull er mínus 5 og svo setjum við 0 hérna undir fyrstinn, það er alltaf og svo leggjum við saman 3 pluss 0 er 3 sem þýðir að fyrsti stuðullinn í margliðunum sem kemur út er 3 ok, og svo gerum við 2 sinnum 3 og fáum 6 og þá er í rauninni, það er að segja 3 sinnum 3 og 2 verður 6 það er það sem er að gerast og mínus 1 pluss 6 er 5 þannig að það er það sem við erum að gera hérna við erum að finna hvað er að gerast hérna við x í öðru þegar við já, þannig að hér kemur 5 hér kemur 5x í öðru, kemur 5 hérna ok, og svo gerum við 2 sinnum 5 sem er 10 og það er eins og hérna 2 sinnum 5, það er að segja hérna 10 og svo gerum við 4 pluss 10 það er 14 og 2 sinnum 14 er 28 og svo kemur þetta er stuðullinn við x í öðru, þetta er stuðullinn við x, þetta er fasta stuðullinn og það sem kemur hér og setjum við svona í lítið hólf þannig að mínus 5 pluss 28 er 23 þannig að í þessari hérna litlu og fljótlegu deilingu eru sömu upplýsingar og í þessari lengri flóknari deilingu þannig að við erum með þar sem við lesum út úr þessu er bara þessi hérna deilt með þessu hérna er 3x í öðru pluss 5x pluss 14 með 23 í afgang ok, og maður getur verið hérna fljótur að þessu þetta er annað dæmi þess að við notum bara skemmri deilingu við notum d af x vera 2x í þriðja pluss 2x í öðru mínus 11x pluss 3 og já, þetta verður p af x og d af x er x pluss 3 ok, og ætlum að deila þessu
þá setjum við upp hérna skemmri deilinguna og það er 2, 2, mínus 11 og 3. 2, 2, mínus 11 og 3. Svo þetta er 0 hér og svona. Og svo setjum við rótina í þessari hérna. Það er mínus 3. Svo getur við verið nokkuð fljótt að þessu. 2 plus 0 er 2. Mínus 3 sem 2 er mínus 6. 2 mínus 6 er mínus 4. Mínus 3 sem mínus 4 er 12. Mínus 11 plus 12 er 1. Mínus 3 sinnum 1 er mínus 3 og afgangurinn sem við setjum hérna í hólfið er 0. Þannig að við fáum að, já, 2x í þriðja plus 2x í öðru mínus 11x plus 3 er x plus 3 sinnum og síðan bara tökum við hérna stuðlan hér 2x í öðru, þessi hérna, mínus 4x, þessi hérna, plus 1, þessi hérna, og engin afgangur. Og þá erum við búin að deila. Og svo notum við þetta hérna, þessa skemmriteilingu mjög oft til þess að leysa jöfnur, eins og til dæmis jöfnuna hérna p af x í eftir 0, sem ef p af x er þessi hér, að þá erum við bara búin að finna út að x plus 3 er 1 þáttur, þannig að það er sem sagt að x er annað hvort mínus 3 eða 2x í öðru mínus 4x plus 1 er eftir 0 og þá er þetta að nota d jafnt og mínus 4 í öðru mínus og svo framvegis. Þannig að til þess að leysa þriðjastigs jöfnu að þá er sem sagt nóg að finna eina rót og nota síðan skemmriteilingu til að þátta og þá er maður komið með annarstigs markliðu og við getum alltaf leyst annarstigs markliðu. Eina með sko skemmriteilingu, ef einhver er að pæla í því af hverju við notum ekki alltaf skemmriteilingu, af hverju við erum að gera þetta hér, að þetta er miklu lengra og flóknara, það er vegna þess að skemmriteiling verður, það sem er hér, verður að vera x mínus a, verður að vera bara svona pínu lítil markliða. Það er sem sagt ekki hægt að deila 3x í þriðja deilt með x í öðru plus 2 með skemmriteilingu, af því að sá sem er markliðin sem er undir verður að vera bara x plus 3 eða x mínus 2 eða eitthvað svona einfalt.